Já, ástæða, súrtap gegn Finnlandi þín fyrstu viðbrögð? Mér finnst þau bara mjög flottar. Þú veist, það hefði getað dottið báða megin og við endaði svona í dag, en þú veist, margt mjög jákvætt við þennan leik. Halldór, þjálfari talaði sóknarfrákostin hjá þeim hefði svona verið munurinn á liðunum, fannst þér gameplanið ganga vel upp? Mér fannst við hlaupa rosa vel tilbaka. Það var svona planið okkar að hlaupa vel tilbaka og ekki leyfa mann á hraðhlaupum. Mér fannst við gera það mjög vel, en þær eru stórar, kannski boxum ekki alveg nógu vel út í dag. Mér fannst við alveg sýna betur í seinni hálfleik. Það hefði kannski verið spurningum, svolítið stöngin inn, stöngin út hjá okkur. Já. Kannski einhver layup sem duttu ekki ykkar megin. Já. Svo þess að halda svona sjafnar í lokin. Já, það var svona kannski megin munurinn á okkur, sko. Það var ekki alveg að detta hjá okkur layupin og einmitt sóknarfrákostinn. En það er bara eitthvað sem þurfum að laga fyrir næsta leik. Svona heilt yfir, nú eigið þið 2 leiki framöndan við Svíþjóð, hvernig leggst það í? Bara rosa vel. Þetta eru bæði hörkulið Finnland og Svíþjóð. Þær voru í hörkuleikjum búnar að taka 2. Fyrst unni Finnland og svo Svíþjóð, þannig að þetta er bara ótrúlega spennandi. Núna er þetta fyrstu unglingalandsleikinu sem þið spilið, núna mistuð að síðasta ári. Hversu mikilvægt er að fá þessi leiki? Bara ótrúlega mikilvægt. Það hefði verið mjög leiðilegt að enda þetta bara fyrir 2 árum án þess að vita af því. Þannig að ég er mjög þakklátt að við fáum að koma út og spila. Svona síðast bara kannski að Svíinn á morgun, svona hver er munurinn á Finnum og Svíunum upp á það svona hvernig þið spila, hefur eitthvað kynnt það? Ég held að það er alveg líka að hlaupa, sko, og við þurfum alveg að passa það áfram, en það eru ekki alveg jafn stórar, kannski betri skyttur, en við þurfum bara að spila svolítið svipað. Ja, flott, gangi ykkur vel. Takk.